Ekki snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Hendina í augunum bara svona. Já. Við erum velkomin í spólusvæði döðans, spólusvæði döðans. Spólusvæði döðans. Það var óljóst kannski að þið horfðuð á Þór Ragnarök bíóbílinn hvort við myndum gera þennan þáttið ekki og við erum að taka hann upp núna, það er óvíst hvort hann mætur á netið en ef þið eru að horfa á hann þá við þetta sjáum hann. Það er ákveðin atriði í myndinni sem við viljum benda á, ræða sem við getum ekki gert ef þið hefur ekki hort á myndina, þannig vinsamlegast horfið á myndina áður en þið horfið á restina af þessum þætti. Og þetta eru mínar svona 30 sekúndur af innræðu. Ok. Gólfið er ykkar. Svo... Surtur er í myndinni. Já. Hann er í trailerunum. Þór missar augað sitt. Sem kemur ekki fram í trailerum, en það er ákveðin skot í trailerunum sem eru öðruvísi í myndinni. Já. Klassiskt dæmi hvernig beita myndefnið fyrir trailerin. Því að það er eitt skot í myndin sem er í trailernum en síðan er Þór búinn að missa eitt auga. Já, einmitt, já. Til dæmis líka eins og þegar að Hel brýtur Mjölni, að í trailernum að þá gerist það í Húsasundi, en í myndinni þá gerist það út á engi. Já, í Noregi. Já, er það í Noregi? Já, þetta Dr. Strange segir það er í Noregi. Já, ég veit ekki. Já, basically Ragnarök gerist. Svo það er mjög ánægt að sjá. Það er ánægt að sjá Surt actually eyðileggja Ásgarð. Það myndi mig pínu á hana eldskrímsli hana í Moana. Já. It chose you. Eldgosa eiguna. Já. Surtur. Svo kemur það svo Surtur var góður gæðin allan tíman. Já, spoiler fyrir Moana. Oh shit. Spoiler fyrir það, Þór og Moana. Já, það er eitthvað meiri spoiler, ég benti á það, en já, það er ekki það ekki. Getur blípað yfir það í því. Mér varst mjög... Þetta er spoilersvæði. Það er bara, við spilum allir. Þór! Snape drap Dumbledore. Bruce Willis er draugur. Og hérna... Gandalf deyr og lifnar við. Já, Óðinn deyr í myndinni. Hann breytist í guð. Hann hverfur. Já, hann breytist í svona stjörnurík. Já. Hann segir bara, ég verð að fara núna strákar. Og Hel er dóttir Óðins, en ekki dóttir Loka. Já, akkurat. Já, hún er dóttir Loka í Ég held þessi... Já, í myndasögunum, sko. En í myndinni ég held þessi bara til þess að auðvelda söguna, skilurðu, ef það kemur ljós og hún væri dóttir Loka, þá svona, hei, hvað ert þú að gera hér? Farð þú í skammakrókinn, dóttir mín? Ó, ég er dóttir. Nei, hún er líka dóttir Loka í hefðbundnu, sögunum, Snorritu, sem Teimundsson eru byggðar auðvitað á. Já, þetta er svona hliðarraunveruleiki frá Snorra-Eddu. Já. Það er að segja Þór myndasöguna. Já. Sem Steve Ditko fann ábygglega í svona Seer-trippi eða eitthvað. Já, Stan Lee og Jack Kirby. Ég veit ekki hvort að Ditko hafi... Nei, tjók. Ég meina, já. Það er kannski fann að það var bara svona, allt og seinna eða eitthvað. Hey, wow, maður, öll þessi nöfn, hvað er þetta? Frigg, wow! Þór! Hvað þýðir það með? Mér varst mjög gaman að sjá hérna Fenrisúlf berjast við Hulk. Það var náttúrulega... Áður fekk maður, Hulkbuster og Hulk og það var mjög flott að sjá það. Nú voru svona Fenrisúlfur og Hulk og maður af trailernum að dæma þá hélt maður Hulk og Surtur jafnvel. En það var bara svona eitt skot til að selja. Það var lítill barndæmi milli Hulk og Surt. Já. Af misskilningi. Og talandi Hulk, þá fannst mér svona stríðsöskriðans þegar hann er að fara að berjast við Þór. Mér finnst það mjög svona kjánalegt. Já. Af því að það er ekki svona alvöru öskrið. Þetta er ekki svona... Þetta er ekki alvöru öskur, þetta er bara svona gerfi öskur. Kannski spreykt í mikrofónu, ég veit það ekki. Já. Það hefur enginn í okkur nú. Við getum að gefa þetta tákmáli eða eitthvað. Já, ég veit ekki. Svo, ég velti kannski fyrir mér, en
kannski hef ég bara ekki séð nógu mikið efni með Hulk, en stundum fannst mér hann of heimskur, en ég var ekki viss hvort að... Hann hefur ekki talað mikið í hinum myndunum, það er svona... Hann er svona stórt batt stundum. Já, hann er gáfaðast útgáfan af sjálfum sér í þessari mynd. Já. Hann hefur í rauninni þroska á við barn, eða svona... Já. En hann hafði ekki beint neitt þroska á það, hann talaði ekki mikið, þú veist, í hinum myndunum. Hann kannski sagði stökur sem eitt orð, en ekkert mikið meira en það. En núna er hann, þú veist, að gera heila setningar sem er flott, þú veist. Ég held að við sem að þokast í áttina, þú veist, gáfaða Hulk, sem að var hlutur í teikmyndasögunum. Já, ok. Þú veist, það er svona gat allt síður veginn, þú veist, dálítið banner á Hulk á sama tíma. Ég veit ekki, Idris Elba og svona fleiri... Já. Hann var svona... Mér fannst hann ekkert fá kannski að njóta sín mjög vel. Þú veist, hann átti ekkert stórt hlutur, hann var samt fyrir svalur í myndinni. Já, hann var svalur, en hann var hérna... En svo núna þegar ég horfði á myndinni annars skipti, þá var ég búinn að gleyma hann var ég meira sér í myndinni Idris Elba og svo bara, hei já, Idris Elba er í myndinni, þannig að hann er kannski beint eftirminnilegur, hann er samt alveg svalur, þú veist, þannig að svona flott. Fannst líka að fyndi hvernig þið drápu bara 2 aukakarakterana úr fyrstu 2 Thor-myndunum bara samstundum bara svona bara heila bara, þú veist, hendur hýtingi eða báða bara, þau eru bara farnir. Það er eitt atriði þegar Hel kemur og svona að þið ætlaði að viðurkenna mig sem drottningunni ykkar, ekki? Þá heyrist, kemur bara svona þögn, svo kemur eitt bara Guður ekki þú vera? Hvað ekki þú er blóð? Þú ætlaði þú að ráða hér? Það var mjög gott. Þú ætlaði að beina sig okkur, sko. Já, það var eins og þessi persóna var að gera sína bestu Batman-rödd, en misheppnast svakalega. Hörðu mig! Þú er ekki það. Þú geta þau hér. Já, líka, shit, hvað heitir líka, Natalie Portman, hún er ekki í þessari mynd, og ekki heldur hana Skarsgård-gröðun hana. Já, Stellan Skarsgård. Og ekki heldur Kat Dennings. Já. Þau eru bara, þau skrifðu út myndin sem bara góða hlutur. Já, þau gera ekki neitt við hina myndina. Nei, þetta er það sem ég átti við með fyrstu 2 myndinar, að það eru svo leiðilegar að þessi karakterar gera ekki neitt. Þeir eru bara það er bara, ég er Natalie Portman og þú veist, ég er Stellan Skarsgård og ég er sænskur en ég er prófessor líka. I'm a professor. Já, það bara eitthvað. Ég er professor. Það var bara svo leiðilegar fyrstu 2 Ok, nú er 1 aðeins kannski skárri en 2, en 2 var drepleiðileg. Ég svona pingdi mig bara í gennum hana. Þetta voru bara svona myndir sem maður þurfti að gera til þess að kynna persónuna. Þetta voru ekki skemmtilega myndir. Já, akkurat. Ég gerum frá leiðilega myndir. Við verðum að gera frá leiðilega. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Ef þú vilt gera leiðilega mynd, þá þú Kenneth Branagh. Bara vera í henni. Hann var í Dunkirk líka og það var ekkert svo skemmtileg mynd og hann er í henni, þess vegna er leiðileg. Já, allt svona snert verður bara leiðilegt. Já, við þurfum að horfa líka á þarna Murder on the Orient Express. Ó nei. Það sem hann leikur Poirot. Með bláu neonstöðunum maður. Shit, ég hlakka ekki til að segja það maður. Kenneth Branagh. Gilderoy Lockhart. Já. Hvað heitir persónan í Simpsons sem er alltaf að segja You may remember me from such Troy McClure. Já, Troy McClure. Já, ok, ég ætla að... I'm Troy McClure. Já, ok, skemmtilega. You may remember me from... Útúrdúr bara. Dorcas. Já. Já, það var eitthvað flashback-atriðna sem ég fannst mjög vel útfært og flott. Það var hann hjá Valkyrju. Valkyrju. Bardatriði Hel... Það er eins og hún heitir í myndinni. Hela, sem hefur svo Hela. Hel. Já, það var mjög flott. Það er líka bara flokkunus ljósið hreyfðist alltaf þannig að þetta er eins og ég er í svona kjallara eitthvað, þú veist. Þetta er ekki átt sig ekki stað í kjallara, ég er bara að segja ljósið eins og svona sveiflandi svona ljósgjafi bara svona. Já, viltu segja hvað? Nei, þú mátt byrja bara. Ok, ég ætla að segja sko myndin, eða trailerinn, hann svindlar svolítið fyrir þessa mynd af því að hann er að auglýsa að það verður þessi svona Valkyrjuher að keppa á móti Hel. Já, Valkyrjuher á móti Hel. Var ekki hvað ég sagði, skiptir ekki máli. En það er bara flashback, en það er ekki hluti af hinu epíska augnabliki í lokin. Þannig mér finnst það svona svindla svolítið þannig, þegar maður vildi sjá þennan svakalega bardaga, en í staðinn þá er þetta bara slow motion. Nývagas. En mér finnst það gott að þetta er nýtt á góðan hátt, en ekki eins og kannski Zack Snyder gerir sem er bara öll myndin. Sem er, þú veist, á beinuna frestu. Bara öll myndin. Talandi Justice League. Já, ég veit við. Við erum að horfa á ykkur. Já.
Já. Nei. Einhverju svona spoilerar, ég veit það ekki, sem að... Þetta er ekkert voðalega mikið að spoilerum Nei, ég meina... Fyrir það, þú missa augað, Áskar, það splundrast, já. Já, hela deyr þetta í leiðinni, Surtur drepur hana. Já, Surtur, þú veist, Thor viljandi reisur Surt til að eyða Áskarði til að eyða hel í leiðinni. Þegar hann gat ekki drepa hel. Já. Svo... Og þetta hljóðan pínu leim svo þannig að það segir upp á. En þetta er samt svart að sjá það. Sko, sögutráðurinn er ekkert spes, þetta er bara svona þetta ferðalag með persónunum sem að skipta máli. Já, akkurat. Ég meina, fyrsti svona hlutin af ferðalagi var alveg fyndinn, þú veist, og hann þú veist, náði hjálminn á Surt, svo hann fór til Áskars, fann að út að Loki var kom í staðinn fyrir Óðinn og að blekkja alla, og var svona búinn að koma sér, þú veist, fyrir svona, hvað segir maður, svona ham, Óðins, og svo, þú veist, farið að finna Óðinn að hann ekki þarna og þeir farið til Doctor Strange. Já. Allt mjög gaman, en síðan verður þetta meira svona speysað, einhvern veginn. Við myndumst á það í hlénu hvað Anthony Hopkins, hann fær að njóta sín miklu betur þegar hann leikur eiginlega Loka. Hann leikur Óðinn að hann leikur Loka að leika Óðinn. Já. Og hann fær að njóta sín miklu betur þar heldur en þegar hann er bara Óðinn. Já. Því þegar hann er Óðinn þar er hann bara Óðinn. Með það, this could be Asgard. Já. En þegar hann Loki það... Remember this place. Munið eftir hús það, strákar. Turning into fairy dust. Og þannig var hann einmitt í fyrstu myndinni, þess vegna var hann líka drepleiðilegt því það var bara Anthony Hopkins að vera bara Anthony Hopkins, Anthony Hanso. Nei, þú veist, það er alveg nýtt, þú veist, allar exposition lína er alveg nýtt að þess að í komedíuna, finnst mér. Og það er sagt, þú veist, eitthvað eins og we can't stop Hel, she's too powerful. Loki segir eitthvað eins og I'm not doing help him again. Það sem Thor kastar hann í fólk. En þú veist, hann var ábyggilega, myndi ég giska, miklu meira svona leiðinlega heldur en þegar Taika Waititi kom að því og ákveða að henda inn hellinga bara stuffi í það sem að gefa því líf. Já, þetta er nefnilega, maður hélt kannski þessi overhéttu svona búbla væri að fara að springa en hei, hringjum í Taika Waititi, þú veist, og þá þeim tekst einhvern veginn að halda þessu áfram, sko, gangandi. Þegar það var að fara að drepa síkilinn, þá stökkbreytist hann. Það er bara það sem er að gera. Já, wow. Og svo þegar Black Panther kemur, þá náttúrulega heldur þetta áfram. Það var nákvæmlega eins og, þú veist, Thor, fyrsta myndin eða eitthvað. Nei, ég veit, já. Þetta er svona, þú veist, við lifum í heimi þar sem það er konungfjölda og einhver er að taka yfir. Þú ert konungur hér, þú þarft að axla ábyrgð á þínu konungdæmi. Og við hugsaum ekki um neitt annað en að vera konungur. Þú ert kisa. Já. Gáðu það, hvað leittu þér inn? Við erum bara að vitna í alla hlutina. Já, svona eins og það. En það er ekkert mikið með þess að ræðum, við erum búin að gera svona... Jú, það er vitnun í aðra hluti í þessari mynd, til dæmis eins og Willy Wonka. Þegar verið að heila Thor, þegar hann fer fyrst sem fangi á eyjunni Sakaar, að þá Þú ert eitt meistarans. Já. You are going to see the Grandmaster. Prepare yourself. You're now meeting the Grandmaster! Og lagið sem er sett undir, það er ekki, það er lag úr Willy Wonka. True Imagination. Já. It's the world of your imagination. Það er líka svona Hvíldu í friði, Bill Wilder. Nei, hvað sem hann heitir. Hvíldu í friði, hvað sem hann heitir. Frábært. Já, líka smá vertigo, svona stíll í einmitt því atrið þar sem ekki svona grænt og rautt ljós. Já. Kannski var ég að lesa of mikið en ég spáði mér í því herbergi sem að Hulk og Thor eru fastir í það er rauður og hvítur litur í því og ég var ekki alveg viss hvort að þetta væri eitthvað smá homage í Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey eða... Mér minna að þetta hafði eitthvað Star Wars dæmi eða eitthvað. Já, ok. Það vitnaði Star Wars Last Jedi eða eitthvað. Já. Mann það ekki. En ég tók eftir smá í humornum hjá Taika Waititi að hann er mjög iðinn við að sýna karakterina sko, byggja upp eitthvað svona mjög tough moment og svo eyðileggur það með því að þeir mistiga sig að gera eitthvað svona mjög heimskulegt að detta það einmitt. Mjög mennsk moment. Já, mennsk moment. Gefa myndinum til smá líf, finnst mér. Sem að eiginlega einmitt
heppnast betur í þessari mynd heldur en Guardians of the Galaxy. Af því í Já. Guardians of the Galaxy þá segja við þurfum að fara að taka þessu óþekka og svo segir einhver hvaða vond lykt það Lyktar það ræst. Já, ég veit. Það er einhvern veginn, brandararnir eru það ódýrir að þeir svona skemma þið dramatíska augnablik. Já. En ekki í þessari mynd, þeir einhvern veginn efla það bara. Já. Af því að persónurnar þær eru svo klaufskar. Já. Veist, þegar Valkyrjan stígur hann gameskip eitthvað, he's mine og það er svo dettur hann til hliðar og þú veist, Thor þegar hann er eitthvað já, ætlar að brjóta gluggan og kastar einhverjum bolta dum bum, lendir beint í hann þess að þetta eru skemmtilegu atriðin svona Já. en hvað fannst ykkur, ég verður að við langar að vita hvað ykkur fannst bardagan á milli Thor og Hulk, svona hvernig hann var gerður og hvernig þetta var sett upp hann þessu Planet Hulk. Þetta var svona pínu eins og Batman vs Superman. Já. Það er að segja að báðir einstaklingar fengur svona sín augnablik. Já. En já, það var svona hálfgert jafntefli. Já. Við getum ekki látið annað hvern vinna, sko. Já, það er einmitt, það er Jeff Goldblum sem að hefur einhvern veginn stjórnar bardaganum. Fjársteinar sem að gefur Thor raflost. Sem er svolítið skrítið að Thor skuli út af því að hann er þrumuguð en hann höndlar ekki raflost. Þegar þú segir þetta svona Það þóla ekki svona lítið raflost, en hann getur bara Hvað gerst það að beina svo svona? En ég er úr rafmagni, en raflost stoppa mig. Smá teysar, það bara Það er góða punktur. Ég hef aldrei pælt í þessu fyrir en ég sagði þetta. Það var bara í momentinu, það bara svona, já, þessi mynd meikar ekki sens. Við erum komin í svona subculture moment þar sem allt, þú veist, við fáum svona uppljómun núna, þú veist. Við erum allir að tala bara um eins og Jerry Seinfeld. Það meikar ekki sens. Hvað er málið með Thor? Hvað er að gera? Það er eitthvað skemmtilegt þegar Mark Ruffalo var að hann breyttist í, Hulk breyttist í Bruce Banner. Já. Hvernig Mark Ruffalo breyttist í hálfgerðan svona vælandi svona person svona I'm on a different planet! Hann svona, I'm freaking out! það var ekki eins og hann væri að verða reiður, heldur bara að vera stressaður, bara svona kvíðinn og... Mjög kvíðinn. Já. Og hann hafði stað sitt, hann fyrir fötuna Tony Stark sem var svona Drown Ball sem var fyrir næs. Og hann setur á sig svona mjög þykk sólglegur sem að minnum þetta að laga King eða eitthvað. Já. Sko, já, Og hann er svona eins og Kermit eða eitthvað allan tíman eða eitthvað. bara hann skulle dirfast að gera þetta, tæka á í tíð, þú veist, að láta Thor vera með svona slæð eins og hann sé einhver sígaunni og láta, þú veist, Mark Ruffalo fara í þessi föts eins og Tony Stark og láta hann svona, þú veist, fikta í klofin á sér og reyna að gera buxuna þrengra því að Tony Stark er með þrengra buxur líka og svona sjá þessar aðstæður og hann má ekki vera reiður af því þá breytist hann í Hulk en hann einhvern veginn bara gerir þetta alltaf einhverju allsherjar steypu svona. Og maður hafði mjög gaman að því sko en ég veit ekki hvort að kannski sumum finnst þetta að vera of mikið, það finnst þetta bara að vera komið nóga því að ég veit að Marvel-myndar náttúrulega eru þekkta fyrir mikinn húmor en þessi fer svona skrefinu lengra sko. Já, þessi mynd er líka bara hún er með allt aðra nálgun á húmor. Hún er með þessa nýsjálensku takta. Já, svona Flight of the Conchords, svona vandræðarleika húmor. Já, akkurat. Þannig að þar sem fólk er bara fólk og þú veist, gerir mannleg mistök og svoleiðis. Já, akkurat. Og eru klaufar. Já. Einmitt, sem þú veist, ég er svolur, nei, ég er ekki svolur, ég er bara klaufi. Þú veist, þannig að, en, já. Ég held að það sé ekkert. Nei, það er ekkert mikið meira. Já, after credits atriðin, það er bara basically, í endanum það er allir áskarðar búanir. Áskerðingarnir. Var það þýtt í textanum eða? Selfiesingarnir komast í fljúgandi gameskipið með Thor, Loki, Hulk og Valkyrie. Og Korg, hann lifar. Og Meek. Og Meek, mjög mikilvægt. Hnífapattan lifar. En já, í fyrsta after credits atriðin þá komast þeir fljúgandi og eitthvað svona já, ég held að þessi góð mynd að fara, já, ég meina með mig. Ég er Loki. Mig, Loka, sem heit að hneppa í þöldum. Og síðan kemur eitthvað annað stærra gameskip og enda þar. Já, sem er líklega gameskipið hans Thanos. Já, eða eitthvað annað. Við veitum ekki. Já, eða einhver tengingin í Guardians of the Galaxy. Mögulega. Af því að ég hef heyrt að
þetta kreditatriði eigi að fara svo beint inn í Infinity War myndina. Ok. Já. Svona svolítið kannski eins og Doctor Strange atriðið í þessari mynd var í kreditlistanum í Doctor Strange. Já. Þar sem að Þór að drekka mjöðin eða hann fyllist aftur upp. Og svo skrítið það, svo voruð þið með gerfi gauntlet hans Thanos. Já. Af einhverjum ástæðum, gerfi í Áskarið. Það var held ég leið fyrir svona Marvel að leiðrétta út því að ég held að hann hafi verið settur á aðra staði líka í alheiminum. Já. Og hann hafði einhvern tíma verið settur þarna og þetta var bara að segja nei, ok, þetta var bara gerfi. Já, það var joke. Já, einmitt. Svo Tesseract þarna náttúrulega smá svona... Hinn eilífi eldur. Já. Já, það var svona, hellingur svona mjög svona shiny object svona, þú veist, í þessum svona, í þessari hirslu, það segja bara svona eldur! Hinn eilífi eldur. Það vantaði svona T-Rex og risastórt penny og eitthvað svona eins og í Batman-reglunum. Já, svo breytist það bara í Wildfire allt í einu. Notaði plástur eða eitthvað. Já. En svo líka bara Jaman. Það gaman að sjá Jeff Goldblum. Jaman! Og bara alla hans takta. Já. Það var frábært að sjá það og helling af góðum svona improv momentum með honum. Hann er svona kongur, svona improv í kvikmyndum. Og líka því að við erum búin að tala um vandræðarleika svona sem persónurnar hafa, að hann nær alltaf að nýta þessi vandræðarleg augnablik og svona fylla tómið með sínum og aðum. Já. Svona he's a fighter. Karl Urban, ég veit ekki alveg, hann var... Jóvin. Jóvin. Hann var sköllóttur í myndinni. Það var með svona dældir eða eitthvað, mér finnst það mjög dálítið spes. Keltnesk tattoo. Mér fannst svona bremsa eða eitthvað. Já, mér fannst hann góður en þetta var svo mikið þetta klísukennda. Strauja sér hausinn. Mér fannst hann leika þetta vel en þetta var svona þetta klísukennda samt, þú veist. Ég er ekki vondur en... Það var með svona, hvað kallaðist það, svona shake weight. Já. Það var furðulegt. Búin að hann að fyrst svona shake weight. Hvað með þessar byssur? I got these from Texas. Destroy. Together they destroy. Það var alveg góð líka, en... Hvað hét hún af Tessa Thompson eða ekki, sem er þess að Valkyrie hana? Það var góð. Já, hún var alveg góð. Hún var töff. Já. Kate Blanchett var frekar töff í þessari mynd, með ég að segja. Já, Kate Blanchett er bara einhvern veginn, hún er einu sem leikonum sem að, hún þarf eiginlega ekkert að gera neitt, hún bara svona, ég er æðisleg. Ég er töff og sexy. Ég er töff og sexy í þessari mynd, ég ætla að njóta þess. Já, bara ég er Kate Blanchett. Þú veist, það bara, ok, já. Horfðu á mig, ég er Kate Blanchett. Já. Hún tekur alveg mikla athygli, þú veist, hún leika, þú veist, með corners og þú veist. Sem hún svona... Eins og elgur hausinn. Já. Þú veist, hjálmur hans loka bara, þú veist, í 5. veldi. Hann sér hjálminn hennar Í 5. vítinni. Hann sér hjálminn hennar og er bara svona, Ég þarf að fá mér eitt svona. 10 svona, takk. Það segir einmitt einhvern tíma við hana. Við kannski getum komist að einhverju samkomulagi, hann er að hugsa, ég vil fá hattinn. Já. Eigum við að tala eitthvað um Lego-settin í þessari mynd, Agnar? Eða taka svona Lego-corner? Nei. Þú veist, jú, það voru gerð 2 sett. Já. 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 Gotta catch 'em all, poke 'em all. Já. Já. En já, þetta er bara kapitalismi, endalaus kapitalismi, það er verið að selja okkur. Þetta eru bara myndirnar eru stóra auglýsing fyrir dótinn og allt þetta. Já. Akkurat. Talandi um Star Wars, en Ó, já. Já, trailerinn undan og talandi um Justice League og... Justice League, Star Wars, eitthvað sem heitir Thank you for your service og... Já, mér langar til að fá leikosætti í því. Já. Bara svona brunnið plast. Já. Svona Herman með PTSD. Hann hristist ít að takka eða eitthvað. Höndi! Og svona, já, Lego kall sem er Miles Teller, hann er alltaf eins bara. Já, alla Miles Teller Lego kall. Það er allir eins. Sama andlið. Þau er bara í misföldu búningum. Herman að Miles Teller og slökkvilís Miles Teller. Fantastic Four Miles Teller. Já. Ansel Elgort. Hann er svona smá augnabrún. Já. Já, ok, ég held að það komið gott. Já.
Ég man ekki síðast að um spoilersvæði dauðans, langt síðan. Já. Við munum ekki eins eftir því. Ég ætla ekki að reyna það núna, það er klukkan 12:30. Já. Já, vá. Við þarfum að koma okkur heim, Já. held ég. Fáum kaffi á leiðinni. En já, takk fyrir áhugað. Já, Sjáumst örugglega í næsta bíóbíli eða eitthvað. Það er sjáumst bara... sem er á mest líkindum Justice League, en... Ef þið eruð á Akranesi helgina 12. til 13. nóvember árið 2017, þið sem eru að horfa á þetta í framtíðinni. Já. Sorry. Ef þið eruð á Akranesi 12. til 13. nóvember þá er kvikmyndahátíð sem heitir Frostbiter Festival, eða Filmfestival. Já, mjög spennandi. Og við erum að sýna þar mynd og það er meira að tekið viðtal við Knút hans æsku ár eða eitthvað. Ég byrja á 5 ára aldrinum og svo, já, þræði ég mig bara í gegn. Líka hellingar stuttmyndum sýnt hvaðina var á heiminum. Já, akkurat. Og bara, googlið þetta. Googlið þetta, farðu á Facebook og finna Frostbiter. þetta. Og likeið þið síðan. Þetta er góð kunningar okkar sem hefur líka að halda þessa hátíð. Já. Með þess að einn heimalingur frá Arkansas, Ásæll. Og Lovísa, Lára Halldórsdóttir, já. En við... Það er bara name dropping í gangi. Já. Það er komið á filmu. Já. Pétur Jóhann. Já, en takk fyrir áhugað eins og alltaf og sjáumst bara í næsta stríði. Bye! Do I need that?